Hér fylgir yfirlýsing frá starfsmannafélagi Sinfóníuhljómsveitar Íslands. Sinfóníuhljómsveit Íslands hefur frá upphafi átt náið og gefandi samstarf við Ríkisútvarpið. Þessar tvær stofnanir eru í reynd systurstofnanir. Ekki aðeins saga þeirra samtvinnuð, heldur starfa þær að mörgu leyti eftir líkum grundvallar hugsjónum. Sinfóníuhljómsveitin þjóðarhljómsveit Íslendinga og Ríkisútvarpið einn af helstu hornsteinum íslenskrar menningar. Það sá miðill sem finnur allri flóru menningarlífsins sinn stað, sinn tíma. Útvarpið hefur verið eins og gluggi Sinfóníuhljómsveitarinnar út í samfélagið. Ríkisútvarpið hefur tekið upp og sett út tónleika hljómsveitarinnar ásamt fjölda tónverka, ekki síst íslensk verk, gömul og ný. Útvarpið hefur skrásett, miðlað og varðveitt þessa tónlist og þannig auðgað menningarlíf allra þjóðarinnar. Fjölmörg glæsileg, ógleymanleg augnablik með hljómsveitinni og einleikurum hefur útvarpið sett út beint og varðveitt fyrir komandi kynslóðir. Oft hafa tónleikar hljómsveitarinnar verið sendir út gjörvalla Evrópu sem okkar framlag í samstarfi við Evrópusamband útvarpsstöðva og vakið þannig athygli á landi og þjóð. Jafnframt hefur leikur hljómsveitarinnar gjarnan skipað ÖNVSS í hátíðardagskrá Rásar 1. Nú harkalega vegið að Ríkisútvarpinu og stofnuninni því sem næst gert ókleift að sinna lögboðnu hlutverki sínu í menningarmálum. Að kasta fyrir róða því starfi sem unnið hefur verið á Ríkisútvarpinu í þágu íslenskrar tónlistar sóun en ekki sparnaður. Það myndi stíga Sinfóníuhljómsveit Íslands frá öllum þeim fjölda landsmanna sem nýtur hennar á öldum ljósvakans og þeim sem vegna búsetu eða af öðrum ástæðum eiga erfitt með að sækja tónleika. Hver eru hin raunverulegu verðmæti? Menningin eða peningarnir? Mér ánægja að kynna til sviðs Benedikt Erlingsson. Gjörðu svo vel. Komið þið sæl og blessuð. Ég hafði ekki efni á að prenta út hafa blek, það svo dýrt blekið. Nei, ég ætla að setja. Ég vil bara Guðs blessun á þessari stundu. Ég tala þá bara eftir minni. Það væri mjög gaman ef við værum að koma hér saman að einhverju skemmtilegu tilefni. Eins og til dæmis að ráðgera hvernig við gætum búið til betra útvarp eða enn betra sjónvarp. Ímyndið ykkur ef hér væri fullur salur af fólki í Háskólabíó til að ráðgera þetta. Það væri gaman. En nei, við erum hingað komin til þess að stappa í okkur stálinu og tala það hvernig hægt í þeirri veikru von að endurheimta það besta, endurheimta eitthvað af því sem hefur verið rifið niður. Það var góð kona sem daginn og hér hérna í þessum innskotum líkti Rás 1 við ömmu. Skemmtilega fróða ömmu sem situr inn í stofu og menntar og skemmtir, segir fjölskyldu sinni hvaðan þau eru að koma
og hvar þau eru stödd, svo unga fólki getið ákveðið hvert á að halda. Nú er svo komið að fjölskyldufaðirinn kemur til okkar og segir hún amma ykkar of dýr á fóðrum. Við hafið hana bara hálfa vikuna. Og það sem þið hafið, það verður þyngt út. En þetta ekkert grín. Auðvitað getum við fyrst við endurlega viljum leggja peningamælikvarða á Ríkisútvarpið og mæla framlag þess í peningum talið til samfélagsins. Þá er alveg hægt að gera það. Tökum til dæmis bara lítinn þátt eins og Kastljós. Hvað kostar það samfélag okkar að hafa ekki Kastljós? Ímyndið ykkur skattsvikin, umhverfisslysin, misbeitingu fjár sem litla Kastljós hefur afhjúpað og hefur skilað sektartekjum til samfélagsins. Það eru ekki margar eftirlitsstofnanir á Íslandi sem hafa staðið sig betur. Efnahags- og viðskiptanefnd gæti fært þetta inn í Excel-skjalið. Hvað kostar að hafa ekkert eða ónýtt fjórðavald? Og ímyndið ykkur hvað það kostar samfélagi að hafa einn lítill barnanýðing eins og Karl Vignir. Hvað hefur hann kostað samfélagið? Og enginn af þeim þartilbæru stofnunum, hvorki barnaverndar yfirvöld, barnaheimilin, lögreglan eða heilbrigðiskerfið, sem þó tók við fórnarlömbunum, tókst að bregðast við. En það gerði Kastljós. Höfum við efni á því að hafa ekki Kastljós? Nei. Meirihluti þingmanna ósamalegur. Það er staðreyndin. Við hefðum kannski átt að vita þetta fyrir kosningar. En spurningin munum við muna það fyrir næstu. Auðvitað snýst þetta gildismat og við erum komin á þann stað að það er sú tilfinning að það stendur gildismat á bakvið þetta. Eins og hún kom inn á Saga RÚV auðvitað endurtekin saga af sabotasi. Það virðist vera að löggjafinn búi oft í upphafi vel að RÚV. En síðan snýr hann við og býr til krók í útfærslunni. Og nokkur dæmi eru til þetta. Til dæmis við OHF-væðinguna þá virtist vera búið vel að tekjustofnum RÚV. En það kom krókur. Lífeyrisskuldbindingar gamalla ríkisstarfsmanna voru teknar úr ríkisábyrgð og voru látin fylgja þessu nýja félagi. Og eftir stóð að helmingur tekna RÚV fór í að borga graut. Benni, það heitir Ríkisútvarp, niður með RÚV. Fyrirgeðu, Ríkisútvarp. Þetta ég er ekki pólitískt korrekt. Það er búið að ala mig svo illa upp, sjáðu til. Annað dæmi er auðvitað nú nefskatturinn. Nefskatturinn virðist vera góður tekjustofn, en nei, bíðum við, stór hluti af honum tekist til ríkissjóðs. Þannig að Ríkisútvarpið hefur ekki notið hans. Hér býr að baki gildismat og pólitískur vilji. Það er þarna hópur manna, meirihluti eða minnihluti, allavega valdamikill hópur, sem vill ekki að til sé öflugt Ríkisútvarp í okkar eigum. Þetta verðum við að horfast í augu við. Og hvað hefði amma gamma sagt við því? Hún hefði sagt, þú verður að skoða þetta gildismat, kynntu þér það, skildu hvað það kemur og hvað það vill, til þess að geta breytt því, til að geta talið hughvarf og eða til að geta yfirbugað á.
til að geta tekið af þeim ráðin. Það hlýtur að vera okkar hlutverk. Og í kringum allt þetta líka búið að róta upp mjög andmenningarlegu umhverfi. Þannig að ég held, og það upplifun kannski margra, að við stöndum hér þessi kynslóð sem nú lifir, við getum jafnvel upplifað okkur sem aldamóta kynslóð. Það verkefni okkar að berjast fyrir draumnum menningarlandið Ísland, að berjast fyrir framtíðarlandinu, að berjast fyrir því að hér sé alvöru ríkisútvarp, hér sé þjóðleikhús, hér sé sinfónía, hér séu myndlistamenn og rithöfundar ekki að deyja hungri og heiðum uppi. Við þurfum aftur að hefja baráttuna fyrir því að vera hér saman í alvöru. Takk fyrir. Já, vera saman í alvöru. Bera ábyrgð á því hvernig morgundagurinn verður í þessu landi. Það það sem hvílir á okkar herðum.